Guðleysingjum hér á landi hefur snar fjölgað undanfarin ár. Sóknargjöld sem lengi runnu til Háskóla Íslands fara nú beint í ríkissjóð. Trúlausir þurfa því að taka þátt í að greiða fyrir starfsemi trúfélagana. Lóa Pind Aldísadóttir sem segir frá þessu. Fyrir 5 árum voru tæp 13.000 landsmanna utan trúfélaga, þeim hefur síðan fjölgað jafnt og þétt og á síðasta ári voru rúmir 27.000 Íslendingar formlega skráðir guðlausir í þjóðskrá. Glöggur áhorfandi sem nýverið skráði sig úr þjóðkirkjunni í þeirri trú að þá renni sóknargjaldið hans til Háskóla Íslands eins og verið hefur, rak augun í þessi orð á eyðublaðinu. Gjald einstakling sem hvorki er í þjóðkirkjunni né skráðu trúfélagi hefur verið afnumið. Fréttastofa kannaði málið hjá fjármálaráðuneyti og í ljós kom að þetta er ekki alls kostar rétt, þótt vissulega hafi lagabreytingu mitt síðasta ár tekið fyrir að sóknargjald trúlausra renni til háskólans. En sóknargjaldið er á þessu ári 767 krónur á mánuði eða rúma 9.000 á ári. Og það er ekki svo að henni trúlausu verði nú árlega 9.000 krónum ríkari. Því sóknargjald er sú upphæð sem trúfélög fá mánaðarlega úr ríkissjóði fyrir hvert sóknarbarn sitt yfir 16 ára. Þær krónur kom úr sameiginlegum ríkissjóði allra skattborgara sem þýðir að trúaðir jafnt sem trúlausir standa undir kirkjum landsins.